Í nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Við skulum biðja. Almáttugi eilífi Guð, Faðir miskunnsenda og Guð allrar huggunar, lítið náð til vor, heyr bænir vorar, vér í sorg og söknuð áköllum þig. Hjálpa oss með huggun þíns heilaga orðs, fyrir hinn krossfest og uppreisna son þinn Jesú Krist, drottinn vorn og frelsara. Við biðjum í hans nafni. Amen. Ég les úr Davíðssálmum. Hversu yndislegir eru bústaðir þínir, drottinn hersveitanna. Sálu mína langaði til, já hún þráði forgarða drottins. Nú fagnar hjarta mitt og hold fyrir hinum lifanda Guði. Jafnvel fuglinn hefur fundið hús og svalan á sér hreiður, þar sem hún leggur unga sína, ölduru þín, drottinn hersveitanna, konungur minn og Guð minn. Sælir eru þeir sem búa í húsi þínu, þeir munu ætíð lofa þig. Amen.
opinberunarbókinni standa þessi orð. Og musteri Guðs opnaðist það sem á himni og sáttmálsörk hans birtist í musteri hans. Og eldingar komu og dunur og þrumur og landskjálfti og hagl mikið og tákn mikið birtist á himni. Kona klædd sólinni og tunglið var undir fótum hennar og á höfði hennar var kóróna af 12 stjörnum. Hún var þunguð og hljóðaði jóðsótt með hörðum hríðum. Amen. Heyrum heila Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Jesús sagði þeim, ég er brauð lífsins. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. En ég hef sagt við yður, þér hafið séð mig og trúið þó ekki. Allt sem Faðirinn gefur mér mun koma til mín og þann sem til mín kemur mun ég alls eigi brott reka. Ég er stiginn niður af himni, ekki til að gera vilja minn, heldur vilja þess sendi mig. En sá er vilji þess sem sendi mig, að ég glati engu af öllu því sem hann hefur gefið mér, heldur reisi það upp á efsta degi. Því sá er vilji föður míns, að hver sem sér soninn og trúir á hann, hafi eilíft líf og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall.
Lof sé þér, Kristur.
Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Við erum hér saman komin til að kveðja í hinsta sinn Auði Hagalín, yndislega og góðhjartaða konu. Og þegar hún er kvödd, þá er við hæfi að staldra við þessi orð í opinberunarbók postulans. Og tákn mikið birtist á himni, kona klædd sólinni, og tunglið var undir fótum hennar, og á höfði hennar var kóróna af 12 stjörnum. Þessi sýn í opinberunarbókinni er af Maríu mey, móður kirkjunnar, Ave María. María fæðir Jesú inn í þennan heim og út frá starfi hans og upprisu verður kirkjan til. María er þannig ekki aðeins móðir Jesú, heldur einnig móðir kirkjunnar. Auður Hagalín var móðir. Ekki aðeins var hún móðir barnanna sinna og amma barnabarnanna og langamma og ættmóðir, heldur var hún líka móðir svo margra annara, því hún tók svo marga undir sinn verndarvæng. Allir skátarnir sem hún kom til manns, vinir barnanna og allir gestir heimilisins sem nutu hjartahlýju þessarar góðu matmóður og allt félagsstarfið sem hún sinnti. Áður en internetið var fundið upp og leitarvélar eins og Google sem hægt er að spyrja að öllu, þá var til símanúmerið 118. Þú hringdir í 118 með skífu eða takkasímanum þínum til að fá upplýsingar og þá svaraði Auður Hagalín hér á Ísafirði. Eitt skipti var lítil stúlka í símanum og hún var ein heima hjá sér í öðrum landshluta. Ég þarf að ná í mömmu mína, sagði hún. Og einhvern veginn gat nú Auður fundið út úr þessu og hjálpað stúlkunni að ná í móður sína. Hjálpsemi er ávöxtur hjartahlýju, ávöxtur þess að hafa kærleiksríkt hjarta. Og það eru til 2 skýringar á hjartahlýju og sannri gæsku. Önnur er sú að þetta er meðfætt, því hluti af persónuleika okkar erfist með genunum sem við hljótum í vöggugjöf. Lindiseinkunnir erfast. En hitt er ekki síður mikilvægt að hjartahlýja er eitthvað sem maður ræktar upp hjá sjálfum sér, með því til dæmis að ástunda kristna trú og íhugun, eða þá tileinka sér hugsjónir skátarhreyfingarinnar, líkt og var í tilfelli Auðar. Auður var svona hjartahlý og kærleiksrík vegna þess að þessu hafði hún lofað í skátaheiti sínu. Heitið sem Auður vann var á þessa leið: Ég lofa að gera það sem í mínu valdi stendur til þess að gera skyldu mína við Guð og ættjörðina, að hjálpa öðrum og að halda skátalögin. Raunar má alveg segja að skátalögin sem slík hafi verið bara ágætis lýsing og Auði. Auður sagði ávallt satt og hún stóð við orð sín. Hún var traustur félagi og vinur, tillitssöm, glaðvær og öllum hjálpsöm. Hún var náttúruvinur og bar virðingu fyrir eigum annarra. Auður Hrafnsdóttir Hagalín var fædd þann 23. nóvember árið 1938. Foreldrar hennar voru þau Hrafn Guðmundsson Hagalín og Ingibjörg Finnsdóttir. Foreldrarnir voru ekki nema 17 ára gömul og Hrafn flutti inn á heimili Ingibjargar í Neðstakaupstað eftir fæðingu dótturinnar. Faðir Ingibjargar var Finnur Jónsson,
en móðir hennar Auður Sigurgeirsdóttir hafði fallið frá 3 árum áður. Það var því ákveðið að skíra litlu stúlkuna í höfuðið á ömmu sinni og var stúlkan vatni ausin og gefið nafnið Auður. Á heimilinu voru einnig 2 yngri bræður Ingibjargar, þeir Finnur og Jón. Og þið getið ímyndað ykkur hvort það hafi ekki mikið verið látið með litlu stúlkuna hana Auði, talað við hana og leikið við hana. Lengi býr að fyrstu gerð, segir máltækið. 8 árum síðar fluttu þau Ingibjörg og Hrafn suður til Reykjavíkur og þannig atvikaðist það að Auður gekk fyrst í Melaskólann en síðan var hún í Austurbæjarskólanum. Fyrir neðan Austurbæjarskólann við Snorrabrautina var skátaheimilið og fyrir jafn félagslinda og forvitna stúlku eins og hana Auði, þá var þetta spennandi ungmennastarf með ferðalögum og útilegum. Og þarna var kona að vestan, hún Hrefna Týnes, ættuð úr Seyðisfirði, systir Jönu Samúelsdóttur og þeirra systkina. Hún var skátaforinginn og þarna var til vinskapur sem varði alla ævi. Auður fór meira að segja á Úlfljótsvatn í sérstaka skátaþjálfun sem hafði það að markmiði að mennta og búa til leiðtoga fyrir hina ört vaxandi hreyfingu skáta á Íslandi. Foreldrar Auðar eignuðust 2 önnur börn. Það eru þau Hrefna, Kristín og Guðmundur. Auður var þá send vestur á Ísafjörð og fór hún í fóstur til þeirra Ástu móðursystur sinnar og Ragnars á Hlíðarveginum. Og þess vegna fermdist Auður hér á Ísafirði og lauk hér skólagöngu sinni. Foreldrar Auðar skildu og þá fluttist Ingibjörg móðir hennar vestur með 2 yngri systkini Auðar. Lífið er á vissan hátt ævintýri og sérstaklega þegar maður er ungur. Auði bauðst að fara til Þýskalands og vinna þar á barnaheimili. Forstöðukonan hét Regína og urðu þær Auður vinkonur til lífstíðar. Því Auður hélt alltaf sambandi við vinkonu sínar með bréfaskriftum. Og Regína þessi kom nokkru sinnum til Ísafjarðar að heimsækja Auði og fjölskyldu hennar. En það var annað sem Þýskalandsdvölin gerði fyrir Auði og það var að hún lærði þýsku og fékk í framhaldinu mikinn áhuga á tungumálum. Auður talaði reiprennandi ensku og þýsku, dönsku og töluvert í frönsku. Þess vegna var hún stundum fengin sem túlkur eða leiðsögumaður fyrir útlendinga sem heimsóttu Ísafjörð. En enginn getur lært önnur tungumál svo að vel sé, nema hann kunni einnig vel sitt móðurmál. Og þannig var það með Auði. Hún unni íslenskunni, sínu móðurmáli, hún talaði og skrifaði fallega íslensku og hún skrifaði alla tíð setu, þar sem hún átti að vera. Synir Auðar sem voru aldir upp á barnmörgu og mannmörgu heimili, þar sem mikið var að vera, sögðu að eina leiðin til að ná athygli mömmu væri að byrja með smá þágufallssýki og þá fengju þeir bæði athygli og tiltal frá mömmu. Og þá er það fjölskyldan hennar Auðar, eða strollan hans Snorra eins og Auður kallaði einhver tímann þennan föngulega hóp. Snorri þessi hét Snorri Edvin Hermannsson og var ættaður frá Látrum í Aðalvíkursveit. Þau Auður höfðu raunar þekkst lengi áður en þau tóku upp ástarsamband og giftu sig. Þau Snorri eignuðust 5 börn. 2 elstu börnin eru þau Hrafn og Ingibjörg, skýrði í höfuðið á föður og móður Auðar. En þá gerðist dulítið ævintýri. Ingibjörg, móðir Auðar, eignaði stúlkubarn með honum Jóni Halldóri Guðmundssyni skólastjóra. Og sú stúlka var einnig skírð Ingibjörg. Þannig fjölskylduboðum heima hjá Auði Hagalín og Snorra gátu verið 3 Ingibjargir.
Ein þeirra var móðir Auðar, ein þeirra var hálfsystir Auðar og svo var það dóttir Auðar. Ingibjörg Jónsdóttir var heimagangur hjá Auði og ólst að hluta til upp með börnum hennar. Þau Auður og Snorri byrjuðu að búa saman uppi á lofti heima hjá foreldrum Snorra hér niðri á bökkunum, eins og það var til siðs að nefna húsin við Sundstrætið. Svo voru þau hríð í Pólgötunni áður en þau fluttu niður í neðsta kaupstað. Hann Krummi getur státað sig af því að hafa verið púki í neðsta. Það er kaldur húmor í fjölskyldinu og þess vegna leyfi ég mér að fleyta þessu orðaleik. En lengst af áttu þau Snorri og Auður heima í Silfurgötu nr. 6 og sjálfsagt munum við flest eftir þeim þar upp á annarri hæðinni í gömlu norsku fallegu timburhúsi. Yngri börn Auðar og Snorra eru bræðurnir Snorri Már, Heimir og Hermann Þór. Ég ætla að gera aðeins grein fyrir þeim systkinum og þeirra fjölskyldum, því þetta var allt fólkið hennar Auðar sem hún unni hugástum og kemur þá strollan. Hrafn er kvæntur Rannveigu Björnsdóttur og þau eiga soninn Hákon Erni. Sambýliskona hans er Signý Stella Sigurðardóttir. Ingibjörg á 3 börn af fyrra hjónabandi. Það eru þau Edda María, gift Alexíusi Jónassyni, Auðun Bragi, kvæntur Steinunni Þorsteinsdóttur og svo er það Salmar Már en unnusta hans er Arna Heimisdóttir. Og í þessum legg fjölskyldunar eru 7 langömmubörn. Ingibjörg á einnig 4 stjúpbörn og 4 stjúpbarnabörn. Þá kemur Snorri Már. Hans kona er Kristrún Helga Björnsdóttir sem spilar hér við athöfnina. Þau eiga 2 börn, Valgeir Hrafn og Auði Birnu. Auður Birna er gift Sindra Þór Stefánssyni og þau eiga 3 börn. Þá kemur Heimir, hann er kvæntur Ólínu Fjólu Þorkelsdóttur og þau eiga dæturnar Töru Ársól og Örnu Rut. Hermann Þór er yngstur, hann er kvæntur Helgu Harðardóttur og þau eiga 3 börn. Það eru þau Jakob, Kristín og Karen. Auður var mikilvirk húsmóðir á stóru heimili. Hún gætti þess að allir sem kom inn í eldhúsið fengju nóg að borða. Og til að hnykkja á því að þarna réði húsmóðirin ríkjum, þá stóð á ísskápnum Left-handed people are always right. Hún var sem sagt örvhent. Samt var hún með fallega rithönd og hún var mjög fljót að skrifa. Auður var til dæmis ritari sóknarnefndar Ísafjarðarkirkju til margra ára og færði þar inn fundargerðir jafnóðum, engar villur og fundargerðin tilbúin til upplestrar og samþykktar í lok fundarins. Auður var einnig í kvenfélagi Ísafjarðarkirkju til margra ára, sá hér að þvo og strauja fermingarkirtla og klæða börnin í kirtlana. Auður er þökkuð óeigingjarn störf í þágu Ísafjarðarkirkju. Hún var í raun ein af mæðrum kirkjunnar. Auður var félagsforingi kvenskátafélagsins Valkyrjanna, stýrði hér skátamótum og kom að margvíslegu skátastarfi. Snorri, eiginmaður hennar, er þekktastur fyrir að hafa verið sveitarforingi hjálparsveitar skáta og stýrt hér björgunarsveitum. Og þau hjón unnu samfélagi okkar hér fyrir vestan ómetanlegt gagn með margvíslegum félagsstörfum sínum. Þau létu sig einnig varða sveitarstjórnarmál og sjálfsagt margt fleira sem mér er ekki kunnugt um. Ekki gátu allir verið hér í dag. Barnabörnin og systkinin Jakob og Karen Hermannsbörn biðja fyrir hugheilar saknaðarkveðjur en þau eru stödd erlendis. Sorg þeirra við fráfall ömmu sinnar er mikil. Þau færa okkur líka kveðju frá Önnu Karen Guðjónsdóttur og Edvardi Jensinni.
Þá eru hlýjar kveðjur frá Herði Guðmundssyni og Kristínu Valdimarsdóttur í Reykjavík. Auður Hagalín var minnisstæð kona, einstakur mannvinur. Það á vel við þegar hún er kvödd að vitna í þetta ljóð Skaldrósu. Þó að kali heitur hver, hylji dali jökull ber, steinar tali og allt hvað er, aldrei skal ég gleyma þér. Helga Hermannsdóttir, Ester Ósk og fjölskylda senda ástvinum Auðar hjartans samúðaróskir. Trausti Hermannsson og fjölskylda senda innilega samúðarkveðjur, en hann átti því miður ekki heimangengt vegna heilsubrests. Það var mörgum okkar ráðgáta hvernig Auður hafði tíma til að sinna heimili og fjölskyldu, öllum félagsstörfunum, auk þess að vinna utan heimilisins. Auður vann hjá Landsíma Íslands á Ísafirði, hún var ritsímaritari á loftskeytastöðinni og hún sat í stjórn félags íslenskra símamanna og starfaði í nefndum á vegum félagsins. En þrátt fyrir öll þessi störf og verkefni, þá var Auður alltaf brosandi, alltaf svo róleg og yfirveguð. Og alltaf hafði hún tíma til að fylgjast með því sem var að gerast kringum hana og innan fjölskyldunar. Og auðvitað fór hún allra sinna ferða á svörtu reiðhjóli. Það er ekkert ísfiskara en það að vera á svörtu reiðhjóli. Hjóla heim í hádeginu og fá sér einfaldan málsverð og skjóta svo aftur í vinnuna hálftíma síðar. En það var fleira gamaldags hjá Auði. Hún hellti til dæmis alltaf upp á kaffi, upp á gamla mátann. Notaði til þess taupoka sem saumaður var á stálhring og svo var kaffi látið renna niður í emaleraða könnu, hana rauðku. Og þetta er besta kaffi sem til er. Miklu betri en allt filterkaffið. Og þarna notar maður sama kaffipokan aftur og aftur. Ég skil ekki að hverju þetta skuli ekki ennþá vera gert. Ég átti líka svona móður. Systkinin Sigríður Hagalín Björnsdóttir og Kolbeinn Atli Björnsson og fjölskyldur þeirra senda innilega samúðarkveðjur til fjölskyldu Auðar og þakka fyrir elskusemina og hjartahlýjunu alla tíð. Þá eru hjartans samúðarkveðjur frá Örnu, Sigrúnu Hagalín og börnum. Auður var einstaklega hjálpsöm manneskja. Hún mátti ekkert unnt sjá. Tók til dæmis alltaf puttalinga upp í bílinn þegar þau Snorri voru á ferðalögum. Eitt sinn eru þau í Reykjavík og allir upp í Hallgrímskirkjutörn. Og þetta var að vetri til og snjóri yfir öllu og þarna Skólavörðuholtinu er bíll fastur í snjónum og Auður vill að þau stoppi bílinn og hjálpi manninum að ýta bílnum úr snjóskaflinum. En Snorri og krakkarnir voru nú ekki alveg á því. Svo þau óku að Hallgrímskirkju. Þá sáu þau og skilti utan á kirkjunni að það var lokað upp í turnin. Og þá sagði Auður, ég sagði ykkur það, við áttum að ýta bílnum úr snjónum. Og þau snéru við og hjálpuðu manninum. Hugsið ykkur hvað heimurinn væri svo miklu betri ef það væru fleiri manneskjur eins og hún Auður Hagalín. Ég flyt hér kveðju frá Noregi. Þóra Þorleifsdóttir þakkar dýrmæta vináttu Auðar, allt frá barnæsku til æviloka. Það eru samúðarkveðjur frá Salla og Rönu í Kanada. Jón Ólafur Jónsson kveður einnig úr fjarlægð með trega í hjarta. Og þá er kveðja frá Rannveig og Sverri í Kópavogi með þakklæti til Auðar fyrir áratuga vináttu, samúð og hlýjar kveðjur til allra aðstandenda. Það er engin rós án þyrna, segir máltækið. Lífið sjálft, það er stundum eins og rós, fallegt, yndislegt, en lífið hefur einnig sína þyrna sem særa og stinga.
Við búum okkur undir áföll lífsins með því að hlúa hvert að öðru, með því að gefa hvert öðru af kærleika. Og kærleikurinn hann yfirvinnur allt, hann sigrar allt og kærleikurinn er sterkur og móðurkærleikurinn sterkastur. Einn af fyrnum lífsins er það að verða gamall, eiga erfitt með daglega hluti sem áður voru lítið mál að framkvæma og þá reynir á þolgæðum hans. Þau Auður og Snorri fluttu á Hlíf, þeir voru orðin gömul og svo þegar Snorri þurfti meiri aðstoð þá færði hann sig yfir á hjúkrunarheimilið Eyri. Snorri Edvin Hermannsson andaðist hann 9. júlí árið 2020. Blessuð sé minning hans. Snorri var jarðsettur í Réttarholts kirkjugarði í Engidal og þangað liggur leið okkar að lokinni þessari útför. Auður var mjög andlega hress sín síðustu ár. Hún átti aðeins erfitt með gang eins og stundum vill verða hjá fólki þegar aldurinn fer að halla í nírætt. Hún las bækur eins og hún hafði alla tíð gert, aldrei minna en 2 bækur í hverri viku og hún Auður undirbjó þessa útför því hún skrifaði upp sálmana og tónlistina sem hér hefur hljómað. Auður var síðustu 2 árin á hjúkrunarheimilinu Eyri. Hún var fastur gestur í handavinnunni, sat þar gjarnan og prjónaði og tók þátt í samræðunum. En svo veiktist hún skyndilega. Það var eins og kallið væri komið. Auður Hrafnsdóttir Hagalín fékk hægt og friðsamt andlát. Hún kvaddi þennan heim þann 4. júlí síðastliðinn. Ástvinir Auðar þakka auðsýnda samúð og í minningu hennar bjóða þau til erfidrykkju í sal frímúrara. Í lok þessarar athafnar verður kista Auðar borin úr kirkjunni og henni ekið inn á Réttarholt. Þar verður hún lögð til hinstu hvíldar við hlið eiginmanns síns, mannsins sem hún elskaði alla tíð. Og það er táknrænt fyrir það að þau muni verða saman í eilífinni hjá Guði. Jesús sagði, sá er vilji föður míns að ég glati engu af öllu því sem hann hefur gefið mér, heldur reisi það upp á efsta degi. Þegar við deyjum, þá tekur Jesús í höndina á okkur og leiðir okkur gegnum dauðans göng út í ljósið eilífa. Þess vegna tölum við upprisu og að látnir lifi. Dauðinn bindur endi á vegferð okkar hér á jörðu, en hann afmáir ekki okkur né líf okkar. Hann strokar okkur ekki út. Því persóna okkar, andi okkar og sál lifir áfram hjá Guði. Það er hin kristna von. Og hún er byggð á upprisu Jesú Krists sem við fögnum á hverjum páskum. Í lífinu, og það getum við lært af Auði, er það mikilvægast af öllu að geta sýnt öðru fólki kærleika og geta brosað til annarra eins og hún Auður Hagalín gerði. Geta rétt öðrum hjálparhönd og glatt aðra. Því það er tilgangur lífsins. Og hver sá eða sú sem slíkt gerir, hefur lifað góða ævi. Dýrð sé Guði, Föður, Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, er og verður aldir alda. Amen.
Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú Drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra lífa. Ljós til opinberunar heiðingjum og til vexsendar líf þínum, Ísrael. Við skulum biðja. Við þökkum þér algóði Guð fyrir ljósið sem við okkur skín frá Drottni okkar og frelsara og heilugu orði hans. Veitt okkur náð til að meðtaka þann boðskap í hug og hjarta, stefna eftir honum í tímans straumi og fá svo að lyktum að hverfa inn í birtu hins himneska kærleiksríkis þíns. Við þökkum þér á þessari stundu að þú hefur leyst auði á Hagalín frá þrautum og veitt henni hvíldina eilífu. Vertu náðugur öllum þeim sem voru tengd henni ástúðarböndum. Helgaðu og blessaðu minningar þeirra allra og varveittu þau á vegum þínum. Í Jesú nafni þá biðjum við og segjum öll saman á hjarta. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprissu Jesú Krists frá dauðum. Jesú sagði: Ég er upprissan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Skulum rísa á fætur. Auður Hrafnsdóttir Hagalín.
Af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur uppvísa. Drottinn minn gefi dánum ró, en hinum líkt er lifa. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vorn Jesú Krist.